það bara eitt meðal, skilur, það bara í sjálfu sér eitt sjúkdómur og það aðþrengt hjarta og svo bara eitt meðal og það ást. Og þegar þú getur hafnað þér og elskað þér á sama tíma, þá er það á öðrum stað. Þegar þú getur hafnað þér og elskað þér svo á sama tíma, þá ertu á öðrum stað. Þá ertu ekki lengur að hafna þér fyrir að hafna þér. Þannig að þú veist, við höldum að við séum ánetjuð ýmsum hlutum, en við erum, til þess að við talaði með áður, það er engin ótti, nema þú hræðir þig. Og þarlegandi, það rótin að öllu höfnun, eða það er ást, eða ekki ást. Og það höfnun, þú afneitar þér, og það eina syndin sem til er. Það engin önnur synd til, ef það til synd, heldur persónuleg höfnun. Þannig að þegar þú hafnar þér, þá getur þú komið tilbaka leið og þú vilt þig samt, elskar þig. Erum við ekki byrjaði bara? Ég veit ekki. Ég held að. Erum við byrjaði? Þú strax byrjaði að segja hluti þar sem ég þarf að láta það endurtaka, því að ég að melta þetta, sko. Ég sjáðu til eins og með, við erum að tala þetta samdrátt, eins og það til viðnám, og svo til, skal ég segja frelsi, eða segja ást, ljós. Og þú framkallar viðnámið, þú framkallar viðhorfið þitt og viðhorfið þitt síðan skilgreinir hvort þú ert í flæði eða tregðu. Það er ekkit annað, það er bara þú að framkalla þína tilvist opinber og birta þitt viðhorf til þín, til alls. Og ef þú hafnar þér, þá hafnar heiminum og Guði á sama tíma. Ef þú elskar þig, þá ertu ást og það leiðandi allt frelsið. Það frelsið. En hver myndir þú segja að væri tryggsið, sko, við að, sko, því það er auðvelt að elska sjálfa sig þegar að maður kærleiksríkur við annað fólk, þegar maður í góðu jafnvægi. En tryggsið fyrir mér svolítið, þú veist, hvernig getur maður að byrja að elska partana af sér sem að maður búin að vera að hafna í gegnum árin, sko. Af því það einhverju partar hjá okkur flestum sem að við segjum, ég vil ekki að þetta sé ég, en þetta samt ég. Partavinnan mjög vinsæl og góð, en það ekki partunum og aðgreins. Það þú, ef einn partur reiður og annar partur bjartur og ást, skilur hvað ég meina, þetta allt við, þetta þú, þín birting, og ef það eru einhverjir hlutar af þér, einhver hlutverk í þér sem að þú hefur þjálfað betur, að þá allt í lagi að gefa því gaum. Ef leiðu fyrir að veita því athygli eða alltaf lækna þá eða leysa þú læðingi eða kynnast þeim betur, þá athygling komið þangað. Ef leiðu viltu umbúðalaust, þá málið dautt. Hvað þarf til þess að við viljum okkur? Hvert maður að leita? Akkur maður að leita? Hvað að? Akkur höldum við að sé eitthvað reiði inn í okkur eða eitthvað óuppgert inn í okkur? Akkur erum við alltaf að telja okkur trúum það að sé eitthvað að okkur? Það ekkit að okkur. Við erum heilar verur, guðdómlegar verur sem erum að haga okkur misvel. Hvað með einmitt? Þetta með að, sko, eins og með sálfræðinga og þetta svona hefðbundna samtalsmódel þar sem að fara inn í og ég held að, veist, að því við erum að koma úr aðstæðum þar sem við vorum kannski svolítið lengi þar að sérstaklega kallmenn og svona það mátti ekki tala tilfinningar og allt þetta, svo förum við alveg hinn áttina og þú veist það sem ég hef stúderað og bæði líka bara fundið á sjálfum mér að þú veist að fara inn í eitthvað sem neikvætt, eitthvað áfall eða eitthvað sem að eitthvað hegðunarmynstur hjá þér eitthvað að þá þú veist að því það sem þú setur athygli á það vex og dafnar, þá þarf það að velja mjög spesifíst hvenær þú ferð inn í þetta, hvenær þú talar um það og ekki gera það of lengi, að því annars ertu að búa til sko nýja lúpu úr því að vera að festast í þessu. Já, vefi upp á það. Leita réttlætingum eða ásökunum eða ástæðum fyrir því að þú ert eins og þú ert. En ef þú ert eins og þú ert, þá er það því að þú hefur valdið í viljandi eða óviljandi. Skiptir engu máli. Það að segja, það hegðanir sem þú hefur tilengað þér í gegnum tilveruna, lífið, sama hvar þú byrjaðir, síðan uppskifaði. Þetta bara hegðun. Þú ert ekki hugsaðan þínar, þú ert ekki líkamiðinn, þú ert ekki, sko, hegðun þín.
En þú ert birtingin í heild sinni, það er að segja ljósi sem af þið skín, sálinn sjálfið, það er það sem að skiptir máli. Og vitundin sjálf. Og spurningin verður þá allt, hvernig kemst maður, hvernig vaknar maður til vitundin, eins og búddarnir segja, sko, þetta sé allt draumur, og það er ekki fyrir þú vaknar sem að þú sérði, eins og þeir kalla þetta reyndar, hvað kallum við vivid dreami, það er sem að þegar við erum í vitund draums, eins og okkur getur dreymt þannig að við séum lucid eða í hreinlega vitund draumsins og mér hefur dreymt þannig að ég er að taka þátt í draumunum mínum. Það er það sem að lífið er í sjálfu sér og þegar þú vaknaði til vitundar, komin inn í athygli, þá sérðu að þetta er bara draumur allt saman og þú ræður því hvernig þið dreymir, hvað þið dreymir Og þá komum við aftur að þessu allt sem heitir athygli vex og dafnar. Þú ræður því hvort þú ert alltaf niður í kompu að leitað einhverjum ástæðan fyrir því að þú vilti ekki eða hvort þú tekur ákvörðunum að vilja þig, taka ábyrgð á þinni birtingu hérna í frá. En hvað myndir þú segja, því þú ert búin að vinna með mikið af fólki og þetta sem þú ert að segja núna meika mikið sens, en nú er sko eins og bara fíknumunstur. Já. Að þá, þú veist, ef að ég er ekki með tiltekið fíknumunstur, til dæmis eins og áfengi, ég bara hef aldrei átt í neinum vandræðum áfengi. Nei. Þá er auðvitað fyrir mig að horfa á einhvern og segja, heyrðu, hætt bara að drekka. Þá er vandamáli dautt. Já. En það er einhver ástæða fyrir að viðkomandi er að halda áfram að drekka. Já, þannig að þú veist, þannig að þegar þú segir sko, á endanum er ég alveg sammála, þetta snýst bara um að hætta hegðuninni. Já, býtu. Sjöðu til. Þegar við veljum, segjum að ef þú ætlar að hætta ykkur, þá þarftu að gera það til að geta hætti. Eins og ég hef ekki reykt í 30-40 ár, ég er samt ekki hættur. Ég bara reyki ekki. Skilur hvað ég á við? Þannig að sko, í samvæmduðu neyslu, alla neyslu, það er bara til ein fíkn og það er fjarvera. Og þú notar það sem hendar þig, hvort það er vinna eða höfnun eða hvað þú getur valið, hver er uppáhalds fjarverun okkar? Er það sjálfsvorkun eða er það einhver vannmáttur eða stórlæti og hroki? Hvað er það sem gerist þegar við veðrumst upp af einhverju, neikvætt, jákvætt og þurfum ekki að vera? Og það skiptir engum máli hvort þú notar efni eða ekki efni. Þú ert samt farinn. Og það sem ég er að segja við okkur það er þetta að það er bara höfnunin sem er ríkjandi aflið. Þú nærið utan það að eina leiðin til þess að þú þjáist er af eigin völdum, eigin huga, af þínu viðhorfi til þín. Ef þið líður illa þá ert þú að valda því. Hvað sem þú lærðir það? Hvenær ætlar að taka ábyrgð á því? Hvað með einhvern nefnitt sem er með eitthvað hegðunarmunstur sem er fjarvera og er þá fík og viðkomandi segir ok, það er ekki gott fyrir mig að vera að hjakkast í því að tala um þetta eða hjakkast í því að setja athygli á þetta en ég mun ekki ná að breyta hegðuninni nema að setja ljós á þetta og það ger ég með því að deila þessu með einhverjum. Já, þú getur deilt í og þú getur, það er sko, tölum deilinguna, þegar maður opinberar vanmátt sinn, óheilindin, þá getur maður séð þau í öðru ljósi. Fjarvera er óheilindi, á meðan að vera vitund eru heilindi. Höfnun er óheilindi, afneitun á sjálfinu, á meðan ást eru heilindi. Og þannig að ég veit að þetta er sko ekki flókið heldur, þetta getur verið erfitt fyrir marga að ná utan þetta, að því að við erum svo háð þessum hegðunum sem við höfum verið að búa til og ég sé alltaf að það er 4 birtingar, það er hérna kækur, það er vani, það er ferli og það er hefð. Í kæk og vana þá ertu bundin á klafa, þú ert vanaður af geturleysi því að þú ert svo háður hegðunum þinni. Með þú áttar þig á þessu og byrjar að taka ábyrgð á þessu, þá fyrir það að skilja að þú getur farið inn í ferli sem er valið far. Þannig að þú ert að beina þinni athygli viljandi í vitund í þann farveg sem þú vilt vera á sem er tilgangurinn þinn. Þess vegna er ég með þessi skref sem að ég er að vinna alltaf með, ég vinn með fyrstur athygli að vakna til vitundar, skrefna með 2 svo valfærni, að taka við því valdi sem okkur er veitt, það sé frjálsum vilja, að við séum að skilgrina hvert við beinum orkun okkar, athyglinni, andanum, hvernig við nærum, að vorum að tala um næringuna, og mismunandi næringa, það er alltaf verið að halda því fram að sé ykkur ein næring betur en önnur, en það er engin næring eins góð og svo næring sem að þjónar þér neikvætt eða jákvætt. Þegar þú setur eitthvað upp í þig, hvað ert að næra? Er það næra höfnun og skömm eða er það næra vitund og veru? Þetta skiptir öllu máli hvað þú ert að næra en ekki hvað þú borðar.
En það vill enginn eða fáir horfa svona á þetta. Þetta bara slys í pakka. Þetta ekki svoleiðis. Nei. Ef þú ert vaknaður til vitunda, þá ert ekki að tróðið í rusli frá morgun til kvölds. Það mjög góður punktur, sko. Og manni finnst einhvern veginn, án þess að maður vilji vera að setja merki með á, að þá til dæmis eins og ég nú búið að vera dálítið mikil alda í svona hugvíkandi efnum og mikil umræðum að mér finnst alltaf sérstakt þegar ég sé fólk sem sko að fara í mikið af svona ferðalögum og svo sé ég það jafnvel rétt áður en það að fara í ferðalag vera að drekka kók og rétt eftir að það búið það borða hvað ég var að segja, þú veist, Kentucky Fried eða eitthvað, því, sko, minnst einhvern veginn ef þú nærð ákveðið mikill tengingu og ferð inn í svona ferðalag, þá það fyrsta sem ég fæ alltaf bara, vá, þú veist, farðu vel með líkamann á þér. Því líkaminn það sem lætur þið skynja tíðni og ef þú vilt ná að breikka tíðnisviðið þitt og ná að taka meira inn, þá verður að fara vel með hilki. Þú drífur aldrei lengra en ef þú ert að setja rusl ofan í þig og fara illa með þig, þá myndu aldrei drífa lengra en það. Nei, þú verður sko í sjálfu sér lemstraður á ofbeldinu sem þú ert að beita þig. Ofát eða, reyndar ekki til ofát, þú getur bara borðað nægilega mikið til að þrífast eða þjást. Þannig það eru bara afleiðingar, ekki til neitt fitandi matur, en það til fitandi fólk. Þannig að við þurfum átt okkur á því hvað við erum að tala og ef að þú ert að refsa þér með mat þá það bara sjálfsagður hlutur en það þú sem ert að því. Hvað sagður ég þegar við vorum áður en við byrjuðum þá var ég að spyrja það aðeins út í hvernig þú verður að borða núna og man ekki nákvæmlega hvernig þú orðar og talaður sko að næra sig, að skilja það að við erum svo misjöfn og við erum að misjöfnum vegi, við erum misjöfnlega gömul, misjöfnlega ung og svo næring sem hendar hverju tímabili aðstæðum, hvort það íþróttamaður eða hvort það leikmaður eða hvað það þarfinnar eru svo ólíkar. Eins og ef við tölum oktina fjölda í bensínu, þá vitum við það að hreint oktin það brennur blátt og það brennur heitt. Þá meina lélegt bensín brennur í sjálf þessi rautt og það sótar. Þannig það með næringuna. Næringin misjafnlega hrein, misjafnlega lifandi og þegar lífaflið ekki lengur í fæðunni þá hún meira og minna dauð eða eyðilögð. Og við höfum ekkert viljað horfast í augu við þetta. Ég held í fram að í framtíðinni ef við lifum okkur af að þá verður fæða seld eftir ljósmagni, chi, en ekki eftir hitavingum og þunga sem rottadrefni og kekkefni og blandefni og skilur hvað ég á við. Algjörlega, við getum farið aðeins onni sko þessa ormahólu að því að eitt einmitt þetta, þú ert að borða eftir því sem einhver annar segir og þú veist, ég var mjög mikið að reyna að íta þessi fólk þegar ég var að halda sem mesta fyrirlestur mér að sko, þú veist, á endanum viltu verða þinn eigin sérfræðingur. Þú veist, þegar fólk var að spurja mig, svolítið á ég að borða svona eða svona, bara, þú veist, þú vilt bara komast á það að þú getur spurt sjálfa þig, sko. Því, þú veist, það hvað virkar fyrir þig? Já, og þá kemur maður að þessu líka, þú veist, að þegar þú ert komin á þann stað, þá líka hægt og rólega ferð að fara í, sko, epli ekki bara epli, bláber ekki bara bláber, heldur horfur á dósinu og þú spyrir ok, frá hvað landi komið þetta? Hvernig ferðaðist þetta hingað? Þetta búið að taka marga daga að komast hingað? Þetta búið að sitja hérna í marga daga? Hvað mikið að næringu eftir? Og síðan kannski stærsta spurningin. Segir næring, þá næring ljósmagn, chi, orka. Því svo kemur kannski stærsta spurningin sem úr hvaða jarðvegi komið það. Já. Og það svona eitthvað sem að meiri segja í allri umræðum heilsu og meiri segja fólk sem að langt komið að pæla í heilsu. Ég hef ekki heyrt mikið umræðu á Íslandi það sem kannski hægt og rólega að verða stærsta atriði sem jarðvegurinn. Að þú veist, ef maður hugsar hvað búið að gera sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem byrjar þetta glæfaseit dæmi. Hefurðu kynntir það? Já. Því það rosalegt, sko, bara hvernig í raun og veru hægt og rólega að verða að eyðileggja næringu, eyðileggja jarðveginn og ég fann þetta bara í fyrra svo sterkt á eigin skinni þegar ég var í Afríku og ég á stað og ég fæða bara svo sterkt til mín, jarðvegurinn en það eins og hann á að vera. Þannig að ávextirnir og gremmeti sem ég að borða það á okkur öðru kaliberi en það sem ég var að borða. Það lífandi, allt annað ljósmagn. Og það má sækja þetta víða, þessa umræðu, en ef við höfum að velta því fyrir okkur hvað við erum að næra, því að viðhorfið sem að þú hefur til þín,
á hverjum tíma það sem þú ert að næra. En svo það ekki hægt að breyta líkamsstöðu eða útlit eða þú breytir ekki viðhorf gagnvart þér. Líkaminn í sjálfu sér í haldi viðhorsins og þín upplifun á þér, það segja hvort það ást, hvort þú vilti ekki, hvort þú hafnar þig, hvort þú elskar þig, skilgreinir bæði hvað þú setur í þig, hvernig þú hvílir þig, hvernig þú hagar þig og hvernig þú hugsar. Þannig að við breytum ekki hugrit sem viðhorfið, þá breytist ekkit annað. Og að þú erum að tala hegðun áðan og ánetjunna, fíknina, að það ekki hægt að breyta neinu fyrir þú tilbúin að taka ábyrgð á því hvað þú ert að gera. Ef það sem þú ert að gera að valda þér sársauka og leiðindum, það þá ekki eðlilegt að staldra við og velta þér fyrir sig hvað maður getur gert til að breyta, ekki hætta einhverju, heldur að fara með athyglinni annað og virkja þá farveg eða ferli sem jákvætt og uppbyggjandi. En fólkið hefur ekki heimild. Viðkomandi aðili, ef þú ert ekki tilbúin til þess að stíga inn í það hlutur sem þér veit, þar að segja að vera skapari í eigin tilvist eða meistari, að þá ertu bara fórnarlamb eða slys. Og það ekkit að því. Komdur þú segja við einmitt því að þú veist að þetta með að vita sér ekki heimild, að þú búum við í samfélagi þar sem mjög mikill hraði og hluta því ef ég eftir eitthvað að skilgreina hvers vegna fólk gefur sér ekki heimild einmitt að þú veist, það aldrei alveg rétti tíminn til því þegar þú ert að hætta einhverju hegðun og skilningin mjög djúp. Þú þarft að fara í gegnum það sem þetta að kalla fráhvarfstímabil. Það ekki þægilegt. Nei. Og það að stíga meðvitaður inn í fráhvarfstímabil ekkit gaman og það aldrei alveg rétti tími fyrir það og þú hefur aldrei alveg tíma fyrir það. Þess vegna sko því það, svona ég heyrði þessa setningu fyrir mörgum árum, viltu velja the pain of discipline or the pain of regret? Og sko þegar maður alltaf að fresta því það aldrei alveg rétti tími. Ég verið að stoppa þess af. Sko, there's no pain, það ekki, sko, discipline þýr ægi þýr að segja satt. Það engin þjáning undan sannleikanum. Engin. Og eftirsjá yðrun vanmáttur að halda því fram að maður hefði geta gert eitthvað öðruvísi, það stenst ekki að það var ekki heimild fyrir því. Og þú segir, við erum öll með þegarvikina, við viljum ekki horfast í augu við afleiðingar þar að það tilvist sem við erum að birta núna. Hvernig ætlum við að gera það? Hvað það sem þarf að gerast? Hversu hávær þarf sársaukinn að vera til þess að þú staldri við og áttir þig á því að þú ert að drepa þig? Það það sem ég ávið. Það sem ég ávið að við, því nú ég að vinna með talsvört mikið af fólki og ég kallmann. Og ég sé að þú veist, það svona ákveð grunnstef, ég ætla ekki að segja að allir sé að díla við það saman. Grunnstefið að svona meðan það allt svona sæmileg lagi, að þá ég bara, þú veist, ég að þjána, ég að vinna og en það eitthvað aftan eiraðum, það á að vera aðeins öðruvísi. Og við sko þetta höfnunin sem við innleiðum og við viljum okkur ekki, þetta markaðssetningin sem við höfum sameiginlega innleitt, það aldrei nóg, það vantar alltaf eitthvað, það vantar alltaf tómmu, það ekki nógu peningar, þú ert ekki nógu fallegur, þú ert ekki nógu stór, það vantar á bibban, það keyrt alltaf á því að við sjöum í raun og veru brotnir og svo þurfum við að kaupa bíl eða úr til þess að verða fullkomnir og njóta þess. Staðreyndin svo að við gerum þetta sameiginlega, við keyrum öll kerfin og skorti, þið vantar alltaf eitthvað. Hvað myndir þú segja þegar þú segir þetta með þá tilgátu mína að við séum með, við sletti 2 leyjera, annar leyjerin þessi sem þú ert að tala sem grunnforritið að þú ert ekki nóg og ætlar eitthvað til að fylla það. Svo kemur annar lag ofan á sem síðan að við fengum þessara snjallsíma og svona dót, þá erum við komin með miklu fleiri og auðveldari leiðir til þess að fixa sig í fjarveru og þá það orðið vandamál í sjálfu sér, að þú nærði ekki einu svona að komast í að finna fyrir því sérst ekki nóg af því þú ert fastur í fíkni munstri þess að stimulera það alltaf hratt. Þú ert alltaf góður fyrir hlustandan. Því að þú ert að búa til einhverja réttlætingu á því af hverju. Ég ekki búið til réttlætingu, ég að segja ef við værum að vinna með þetta ég ekki nóg, að þá þurftur við kannski fyrst að vinna með bara að afvenja þig því að vera alltaf að skrolla í símanum áður en við náum að fara ofan í. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.